Ég ætla nú að sýna ykkur hvernig á að reikna hækkun á tölu með prósentum með notkun breytiþáttar og ég er með hérna A og B-lið, ég ætla að gera þetta tvisvar. Ég ætla að byrja á að hækka tölu, í þessu tilfelli er talan 500 og ég ætla að hækka hana um 15%. Og við byrjum þá á að gefa okkur það að 500 sé 100% pluss 15% og saman gefur þetta okkur 115%. En breytiþátturinn sem við erum að reyna að finna út hérna er þá fundið með því að gera 115% deilt með 100. Þá fáum við 1,15. Þá skulum við taka töluna sem við erum að vinna með hérna. Í þessu tilfelli er það 500. 500 sinnum 1,15 er þá jafnt og 575. Og þar erum við búin að hækka töluna 515% og þetta er þá svarað okkur þar. Í B-lið þá ætlum við aftur á móti að lækka töluna 515% og vinnum þetta þá aðeins öðruvísi. Við erum með 100% inn sem eru 500 en þessu tilfelli þá ætlum við að lækka hana. Þannig að við gerum þá mínus 15% og fáum þá 85%. Og til þess að finna út breytiþáttinn sem við ætlum að vinna með hér, þá gerum við 85% deilt með 100 og fáum þá 0,85. Nú við tökum þá upphaflegu töluna 500 og getum þá margfaldað hana með 0,85 til að lækka hana um 15% og við myndum þá fá svarið 425 sem er talan 500 þegar búið er að lækka hana um 15%, loka svar.